og hjúkrunarfræðingur og útskrifaðist mörgum ár síðan, 1990, en hef alltaf haft áhuga á svona annars konar meðferðum og fór meðal annars í nuddskóla Íslands og læri þar nudd og margar svona ilmúlíu meðferð og margar meðferðir sem að hægt að nota og vildi koma þessu svona meira inn í heilbrigðiskerfið, eða mér fannst í rauninni þetta eiga heima í hjúkrun sjúklinga og ákvaða að ná mér í meiri menntun og hef verið að leggja og lagði áherslu á í mínu framhaldsnámi að skoða hvernig hægt að rannsaka þessa meðferði, hvernig hægt að nýta þær í heilbrigðiskerfinu og þannig að hvað viðbótarmeðferðir? Ég sá á auglýsingunni að við höfum sett í svig á óhefðbundnar meðferðir, kannist við, það svo mismunandi hvaða orð við erum að nota yfir svona meðferð í dag og það sem að þetta reyndar kemur frá hjúkrunni að nefna meðferðir sem við getum notað inn á spítölunum og hafa verið viðurkenndar og vel rannsakar og hægt að lofa geti nýst vel sjúklingum, nefna þær viðbótarmeðferðir. Hins vegar erum við að tala það eru til yfir 1800 meðferðir sem eru svona flokkaðar sem óhefðbundnar og þannig að það er eiginlega ekki hægt að tala bara viðbótarmeðferðum hafa hinar aðeins með. Það kannski eru minna rannsakaðar og það er það sem stendur oft meðferðir fyrir þrifum, eins og til dæmis bara höfuðbein- og spjaldhryggsmeðferð, hómeópatíunni og fleiri meðferðum, að það er svo erfitt að rannsaka þær þannig að það fái þessa viðurkenningu. Og við erum að tala viðbótarmeðferð sem vísar til meðferðar sem ekki er kennd í hefðbundnu námi heilbrigðisstétta en hefur verið sýnt fram á að er gagnleg. Og til dæmis eins og við erum að nota slökun til þess að draga úr aukaverkunum krabbameinsmeðferðar eða draga úr vanlíðan, tengd meðferð og svo erum við þá frekar að nefna óhefðbundnar lækningar ef við erum að nota eitthvað annað í staðinn fyrir hefðbundna lækningu, til dæmis ef að fólk er að meðhöndla hjartasjúkdóm eða eitthvað slíkt með smáskammtalækningum. En við viljum ekkert að vera að hengja okkur í þessar skilgreiningar og ég ætla að fara aðeins í flokka á þessum meðferðum og segja ykkur svona frá því hvernig við höfum verið að reyna að koma þessu inn í hjúkrun krabbameinssjúklinga á Landspítalanum. En af hverju er svona mikill áhugi á þessum meðferðum og hann hefur vaxið skyndilega upp úr 1990 eftir að í rauninni þó að þær hafa alltaf verið til staðar og sérstaklega í Evrópu en í Bandaríkjunum jókst rosalega mikið áhugi fyrir að skoða þessar meðferðir upp úr 1990 eftir að læknar komast að því að fólk var að eyða svo ofboðslegum peningum í alls konar svona meðferðir, peningum sem að þeir sáu og vildu fá inn í heilbrigðiskerfið. Þannig að þetta er náttúrulega alltaf eitthvað svona sjónum í sér á það. Þannig að það hafa verið að skoða mikið hvað meðferðir það væru og hvernig það gagnast og það var bara mjög jákvætt að það kom að stað umræða gagnsemi þessara meðferða. En hverju fólk að sækjast eftir með því að nota svona viðbótar óhefðbundnar meðferðir. Það vill leita að heildrænni meðferð, þessar meðferðir eru oft meira heildrænni og beinast ekki bara að líkamlegum einkennum heldur, það er svona hugur og sál sem að fá að vera með. Nú þeir sem veita þessar meðferðir bjóða oft upp á betri og skýrari samskipti, lengri tíma, heldur en læknar kannski. Nú þetta er líka það að fólk vill hjálpa sér sjálft, það vill finna eitthvað sem hentar því til að hjálpa sér sjálft. Og eða þá að það hefur búið að fara og vera í hefðbundinni læknismeðferð, það hefur brugðist, það eru aukaverkanir af meðferðum sem að fólk hræðist og svo er þetta oft í samræmi við, ég held að við svolítið breyst svona hvernig við hugsum líkamann okkar heilsu, að hún er heildræn, við viljum horfa okkur heildrænt en ekki í einhverjum pörtum. Þannig að þess vegna er áhuginn svona meiri og fólk er að sækjast í þetta þess vegna og þetta eru persónulegar og einstaklingshafðari nálgun í meðferðum og eins og ég sagði þeir hafa meiri tíma, þetta eru oft þægilegri meðferðir
og án aukaverkana, geta bætt líðan og gæði lífs og hjálpa við að draga úr verkjum og einkennum sem er kannski aðalmálið. En bara svona því að þetta er til að við höfum skoðað hvaða notkun er á óhefðbundnum meðferðum í heilbrigðisþjónustu á Íslandi, og þetta eru gögn úr landskönnun heilbrigði og aðstæður Íslendinga sem 1500 rúmlega manns tóku þátt í, og þeir voru spurðir hvað þeir væru að nota af svona óhefðbundnum meðferðum, og þá var um 30% rúmlega af þeim sem svöruðu sem höfðu nýtt sér það sem við köllum þjónustugræðara. En þetta hafa verið kallaðir græðarar sem eru að veita meðferðir út í bæ og eru þar með sterkt bandalag íslenskra græðara. Og hvaða meðferðir var helst verið að nota, og það var nudd og sjúkranudd mjög mikið, og síðan var kannski minna jóga, íhugun, höfuðbeina spjaldbyggameðferð og kýrópraktorar, álastungur, svæðanudd, náttúrulækningar og huglækningar og lið- og beinskekkjulækningar. Þetta er svona sem við vitum að er eitthvað verið að nota hér einhverju magni. Ég er alveg viss að það er miklu meira en tæplega 4% sem nota náttúrulækningar. Þetta er eiginlega kannski þyrfti að skilgreina þetta betur, en það sem náttúrulega flæðir yfir hér er náttúrulega jurtir og alls konar svona fæðubótarefni sem er hægt að flokka undir það. Nú, að því að ég segja að þetta eru svo marga meðferðir og þetta er eiginlega svona sem þið getur verið hálf svona kaotískt, að þá er hægt að svona gróflega skipta þessu í 5 flokka, og ég ætla aðeins að hjálpa við að greiða úr þessari flækju með því að segja frá þeim. Og við erum að tala sem sagt, þessa 5 flokka. Þetta er byggt á bandarísku kerfið í flokkun, og það er mjög, ég gef ykkur upp og eftir, og það er aftast heimasíða þessara NCCAM sem er National Center, eða sérst alþjóðlegt svona alþjóðleg miðstöð í Bandaríkjunum fyrir viðbótar og óhefðbundnar lækningar, og þeir hafa, og sem er frábært, er þar með heimasíðu sem er með alveg ofboðslega góðum upplýsingum alls konar meðferðir sem þeir eru að bjóða. Nú, í fyrsti flokkurinn eru þessi meðferðarform sem byggjast á tengslum hugar og líkama, og þeir sem voru áðan voru nú og við öll vorum í slökun áðan að það er eitt af þessum meðferðarformum til þess að örva getu hugans til að hafa áhrif á líkamsstarfsemi og einkenni, og þarna erum við að tala fullt af meðferðum, og kannski meðferðum sem við erum að nota á þess að fatta við séum að nota við þessum tilgangi. Það getur verið tónlist, listmeðferð, bænin hefur verið sett hérna, og meðferð með dýrum, það hefur verið mikið verið að vera aukast eins og til dæmis meðal aldraðra og meðal barna, langveikra barna, að bjóða upp á að vera í návist dýra sem hefur ákveðin jákvæð áhrif að draga úr óróleika og vanlíðan. Nú alls konar dansmeðferð, og þetta er bara alveg fullt af meðferðum, og þetta er í þessum flokki eru þær meðferðir sem ég myndi halda að væri best skoðaðar, einna best skoðaðar, og hafi alveg óbúslega jákvæð áhrif, og ég bara vildi ráðleggja öllum að geta fundið sér svona 10 mínútur eins og við vorum að gera áðan til þess að gera smá slökun eða hugleiðslu á hverjum einasta degi. Ekki veitir okkur að þessu samfélagi sem við búum við, þar sem áreitin eru mjög mörg. Nei, þetta er náttúrulega bara flokkunarkerfi, það er verið að finna í stað. Það er hægt að horfa á hana þannig, hún hefur ekki, þetta er náttúrulega bara svo trúarlegt og fólk bara aðhyllist margvíslega skoðanir, og sem þú hefur reyndar verið að fjalla þetta hérna, ég hlusta á þig flytja erindum með mátt bænarinnar, en ég held að það sem sé svo mikilvægt að við tökum þetta bara úr trúarlegu samhengi, þetta er bara máttur hugans.
hann svo miklu meiri heldur en við höfum í rauninni geta rannsakað eða sýnt fram á. Og allar jákvæðar hugsanir, allt sem að þetta skiptir svo miklu máli. Ég kem ekki öllu fyrir, það bara allt þarna. Og bara ef við tökum slökunarmeðferð þá langar maður að segja ykkur frá að á Landspítalanum hefur verið boðið upp á slökunarmeðferð fyrir sjúklinga sem eru krabbameinssjúklinga og þar þessi meðferð, hún boðið á dagdeildinni og samanstendur af hugleiðslu og dagleiðslu, stýrður í sjónsköpun og vöðvaslökun og þetta svona einstaklingsmiðað, í rauninni það bara miðað að þörfum einstaklingsins hvernig meðferðin samsett hverju sinni og mjög margir sem hafa nýtt sér þetta og ég veit ekki hvort eitthvað kannast við þetta en það er hjúkrunarfræðingur Lilja Jónasdóttir sem hefur verið að sjá þessa meðferð og við tókum okkur til og vildum skoða vegna þess að við höfum það er alltaf svo hætta fyrir hendi að allar svona meðferðir innan spítalana verður bara teknar í burtu. Það bara að vera að spara og þannig að við verðum að sýna fram á skiptir þetta einhverju máli og skiptir máli fyrir líðan sjúklinga að þetta sé boðið upp á. Og við skoðuðum niðurstöður frá 250 sjúklingum, mest konur. Það voru fólk á öllum aldri, 24 til 80 ára og þetta fóru í gegnum þessa meðferð og áttu fyrir meðferð að þá fengu svona mælitæki sem að vísi var á íslensku, já, áttu bara ekki mynda á íslensku, er að spyrja verk, er að spyrja þreytu, ógleði og það voru svona 10 einkenni sem að merktu við hvernig líður þér á skalanum 0 til 10 fyrir meðferð og svo eftir meðferð þá var sami skali lagður fyrir og fólk skrifaði hvernig því leið eftir meðferð. Er þetta engiverkur eða er þetta verstuverkur og einhvers staðar þar á milli átti fólk að setja hvernig því leið. Og tölurnar eru mjög smáar og það skipta kannski ekki máli en blái liturinn segir hvernig fólki leið fyrir meðferð og rauði eftir meðferð og hér er verkur, hér er þreyta, sjáu hvað hún minnkaði mikið, hér er ógleði, þunglyndi, kvíði, syfja, matarlyst, vanlíðan og mæði. Þannig að það sem í rauninni kom út úr þessu var að öll þessi einkenni minnkuðu það mikið að það var hægt að trúa niðurstöðum. Þetta var tekið, einstaklingurinn kemur utan bæ í meðferð, það er ekki hægt í rauninni að mæla nema bara strax eftir. Sem að sjálfsögðu segir að við vitum ekki hvernig fólki leið kvöldi eða hvernig leið daginn eftir. Þetta er bara alveg svona verkjatöflunar og allt annað en þetta eru góðar, jákvæðar niðurstöður sem segja okkur bara að við þessar meðferð hjálpa. Var líka talað við fólk sem hafði farið í þessa meðferð og skoðað og tekið viðtöl og skoðað upplýsingarnar úr því og þar kom í ljós að það sem fólki fannst skipta mestu máli var að það var í öruggum höndum, það var að fá einhver tól, eitthvað tæki sem að það fann að gat hjálpa sér að líða betur, slökunin sem sagt og meðferðaraðilinn notaði meðferðina þannig að hún kennir, leið og ferð í slökunarmeðferðina þá færðu sjálf að læra hvernig get ég hjálpa mér ef ég vakna miðanótt og mér líður illa. Get ég notað eitthvað af því sem að þessi kona var að kenna mig til þess að hjálpa mér að líða betur og fólk getur keypt slökunardiska og svona. Þannig að þetta skiptir máli að sjúklingar sé að fá einhver tól, tæki sem þeir geta hjálpað sér sjálfur með þegar þeim líður sem verst og illa. Þannig að slökun bara eins og ég segi, þetta er einfalt, ég held að hver og einn bara verða að finna svolítið hvað hentar, hvernig slökun hentar en
ég mæli með því fyrir alla, hverjum degi. Já, Lilja hefur verið að setja svo þessa meðferð á disk. Já, já. Já, hann er frábær, segirðu, já. Hún er búin að vera að gefa þessa meðferð í yfir 20 ár og held ég sé alveg búin að svona finna nokkurn veginn góða leið til þess að hjálpa fólki með kvíða og vanlíðan. Já, 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 já. Rauða krossbúðinni á spítalanum sko, í sjoppunni bara, til dæmis. Það fæst hérna að segja þér. Já, já, hún er ekkert að þú getur tekið hann upp fyrir alla hinna, já. En hérna, þetta er bara, já, þarna er auglýsing með þess að hann. Þannig að hérna, já, síðan er einn flokkur sem eru lífræn meðferðarúrræði og ég hef ekki bara, ég vona að hafa ekki haft þær vænti fyrir það að fara að tala um grasalækningar eða SAF eða annað hérna. En hérna mæli með það ef það er áhugi fyrir það er hérna lyfjafræðingur, nei hérna kennar í lyfjafræði, Cecilia Ómarsdóttir sem að hérna hefur verið með erindi þetta, fæðubótaefni og slíkt. Þannig að þetta væri áhugavert ef þið kölluðu hana til að hafa fyrirlestur. En þetta er þarna eitt stærsti flokkurinn í dag og náttúrulega lúpínuseyðið og alls konar safar, alls konar fæðubótaefni, smyrsli sem er búið að vera búið til úr jurtum, ilmolíur, það eru sterkar oljur sem að, hérna, er hægt að blanda, setja í andrúmsloftið, setja í nokkra dropa á kotta til þess að hérna, þetta eru oljur sem að virka inn á miðtaugakerfið og geta haft mjög róandi áhrif, slakandi áhrif. Þetta er hægt að fá í apótekum og hægt að hérna, fá leiðbeiningar hvernig hægt er að nota. Til dæmis í svefnarðuleikum að þá er olía sem heitir lavender sem er mjög góð. Og ef þið hafið áhuga þá er hægt að hérna, nálgast upplýsingar þetta. Ég get sett í greinum ilmolíur sem þú getur sett á heimasíðuna hjá okkur. Ef fólk hefur áhuga því þetta eru hérna mjög sterk efni sem að þarf að fara varlega með en geta verið mjög gagnleg og hafa svona áhrif á hugan og líðan. Líka hægt að setja það út í nuddolíur eða kannski farið í nudd þar sem er að nota svona ilmolíur, gefa góða lykt og gefa góða líðan, fer í gegnum húðina. En ég hérna vil svolítið minnast á stefnu hérna MSKCC sem er hérna spítali í Bandaríkjunum í New York sem er hérna fyrir krabbameinssjúklinga, meðferðir fyrir krabbameinssjúklinga. Þar eru þeir búnir í nokkur ár að reka miðstöð sem er bara að veita svona viðbótarmeðferðir til sjúklinga. Og þetta er mjög öflugt starf þarna og forstöðumaður þessa centers, Carrie Bachelet, Barry Bachelet segi ég, hún kom hingað, ég veit ekki hvort einhver ykkar, hún kom hérna hitti fyrir sumar, var með erindi þeirra starfsemi og við þýddum glærurnar hennar og hérna ef að fólk hefur áhuga því það er örugglega ennþá að það er hægt að nálgast hann fyrirlestur. Var hún að segja hvað þeir hafa komist að það er gagnlegt fyrir krabbameinssjúklinga. Og hún og hérna hennar samstarfsmenn þarna úti hafa tekið alveg óbúslega stranga stefnu varðandi allar svona jurtir og fæðubótarefni og bara engin inntaka jurta og fæðubótarefna meðan á krabbameinsmeðferð stendur og meðan á inntöku ávísaðra lyfja stendur. Og þarna þetta er vefsíðan þeirra og þeir reka öflugt rannsóknarsetur áhrif jurta á krabbameinsmeðferð, á krabbameinslyf. Og eru alltaf stöðugt að uppfæra hana og það er alveg mjög gagnlegar upplýsingar ef maður fer inn á þessu síðu allt sem þau hafa verið að sýna fram. Við erum ekki að tala um, sko í raun
mæla með lýsi og þeir mæla með lýsi í ykkur skömmtum og við höfum svolítið verið að reyna að fá þetta inn í umræðuna vegna þess að við vitum of lítið hver samhliða áhrif eru af því að vera að taka stóra skammta vítamínum eða stóra skammta af einhverju jurtaseiðum og vera líka í krabbameinsmeðferð. Fólk hins vegar ræður því svo alveg sjálft hvað það gerir fyrir meðferð og eftir að meðferð líka. En það er kannski það sem að þau eru að benda á er að við blöndum ekki of miklu saman í einu. Nei, það eru bara þannig jurtir hérna. Já. Nei, en reyndar skal ég játa það, ég hef ekki verið að skoða sýna þeirra mjög nákvæmlega, en það er mjög gagnlegar upplýsingar líka því þeir veita líka aðra meðferðir. Eða sko þeir eru þarna með slökun, þeir eru með nudd, þeir eru með allt mögulegt í boði. Já, 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 já. Já, þau hafa ekki farið frá pólinn að skoða slíkt. En bara ég er að reyna kannski að benda ykkur bara á gagnlegar upplýsingar sem hægt er að nálgast. Hún heitir Barry Cassillet og Ragnheiður á afrit af fyrirlestrinum hennar sem er bæði með enskuglærunum og íslensku og ég bara, já, endilega. Það var já, jú. Hún gaf okkur leyfi til þess að byrta hann og vera með hann. Síðan er flokkur meðferða þar sem að líkaminn er handlegginn og meðandar, nudd og höfuðbein og spjaldhryggsjöfnur, hnykk, svæðanudd og fleira. Og þetta er alveg fullt af meðferðum sem er mikið notar og hafa margar hverjar sýnt fram á að virki vel við ákveðnum einkennum, hjálpi fólki að slaka vel á og í rauninni núllstilla sig aftur og reyna að hjálpa líkamannum að hlaða batteríin. Þannig að og örugglega hafa ykkar notað eitthvað af þessum meðferðum. Svæðanuddið byggir til dæmis, eða ég hef kynnt mér það mjög vel, það segður svolítið dökk þessi glæra en það byggir á því að við getum speglað líkamann í iljónum og með því að nudda ákveðin svæði, tærnar til dæmis höfuðsvæði, hryggurinn liggur hérna niður og þetta er bara speglun af hægri og vinstri og með því að nudda ákveðin svæði og vinna með þau að þá getum að hjálpa líkamannum við að opna blóðflæðið og orfa svolítið orkuna í líkamannum. Og margir hafa sagt að þetta hjálpa þeim að líða mjög vel. Inn á sjúkrastofnunum. Það hefur verið gerð núna og ég er að bíða eftir niðurstöðum, það er á krabbameinsdeild á Landspítalanum, að þá hefur verið skoðað ákveðin tegunda svæðameðferð á einkenni og vanlíðan krabbameinssjúklinga. Og fyrstu niðurstöður út í alþjóðlega rannsókn lofa mjög góðu. Já. Og sko við þurfum nefnilega meira af þessu. Það hefur verið svo erfitt fyrir margar af þessum meðferðum að sanna sig. Og við þurfum fleira af góðum rannsóknum sem að geta hjálpa okkur að sýna fram á áhrif. En ég myndi fyrst og fremst alltaf vilja ráðleggja fólki að finna best sjálf hvað hentar því. Það er að prófa ákveðna meðferðir en ef mann líkar þær ekki þá verða þær gagnslausar því það er alltaf eitthvað í okkur sem segir, ef okkur líkar það þá hlýtur það að hafa betri áhrif á okkur heldur en ekki. Já. Ok. Já.
skal aðeins fjalla nefnilega stefnu fyrir spítalann rétt strax, en það mjög góð spurning. Spítalinn reyndar hafði sjálfur ekki frumkvæði af neina þessu, heldur þetta sjúkraliði, Eygló, sem vinnur sem var meðþáttakandi í þessari rannsókn, sem var bara frábært. Hún er svæðanuttari og þekkir þessa meðferð mjög vel og var að beitinni. Og bara, ég held að leið og við getum, það þarf að koma bara gögnunum, vinna þau, birta þau, tala þau, segja frá þeim, til þess að fá inn í umræðuna að við getum gert eitthvað meira svo spítali. Ég veit reyndar að það eru svæðanuttara sem að vinna sem heilbrigðisstarfsmenn, sem hafa verið að bjóða fólki við rúmið einhverja svona meiri meðferð og við skal segja bara aðeins betur eftir, en við höfum ekki verið neitt mótfallin slíku. Við út að hjálpa fólki, líða betur, sofa betur, hjálpa því að draga úr verkjum, kvíða, allt á hinu góða. Fannst þér þessi meðferð hjálpa þér? Já. Akkurat. Já, þetta er svona ákveði bara nutt á iljarnar og bæta. Ég var sjálf að skoða svæðameðferð nefnilega sem áhrif svæðameðferð á vefjagigt, og það er alls konar einkenni sem að fólk þjáist af sem er með vefjagigt, og svæðameðferð á 10 skipti, hún hafði góð áhrif á mjög margt, ekki kannski svona djúpa liðverki, eitthvað sem var búið að vera til staðar kannski 10 ár. Það var mjög erfitt að fara í 10 tíma og alltaf bara laga það, en svona vellíðan og svona þessi verkir sem að vefjagigtasjúklingar tala um að er einhvern veginn út um allt, að það hjálpa, meðferðin dró úr þeim, sem var mjög áhugavert, og verkjum úr hálsi, handleggjum og þessum sem að eru svona, hvað veist það, við erum sérst að reyna að byggja upp og sterkari vísindalega bakgrunn til þess að hægt sé að trú okkur að þessa meðferð virki. Nei, akkurat, og það er það sem að nefnilega markmið margra þessara viðbótum meðferð er akkurat það. Það er ekki að lækna, það er ekki að ætla að lækna eða algjörlega taka í burtu, heldur er til þess að hjálpa manni að líða betur. Já. Akkurat. Svæðinu sem er aumt, já. En þetta takk fyrir þetta innlegg, þetta er bara, ég er svo sammála þér, og þetta var náttúrulega þessi kýmerska lækningar gengu út á, og það var að í rauninni læknirinn var metin eftir því hvers góður hann var að fyrirbyggja og verið veikur. Og þannig,
En sjáu hvernig við höfum afbakað svolítið þessa hugsun í okkar læknisfræði og þessi hérna hugmynd byggir á því að þú trúir því að þú getur speglað líkamann í iljónum. Það er bara ekkert gefið að við höfum einhvern veginn, við erum ekki alin upp við þessa hugsun að við getum speglað líðan líkamanns, hvort það er í andlitinu, tungunni, iljónum, augunum og þessi hugmyndafræði, þessar hugmyndir að það sé hægt. Það er það sem vestrænar læknar er ekki, byggja ekki sína fræði á og þess vegna er svo erfitt að því þess er bara að það er ekki hægt að trúa því að það sé hægt að sjá líkamann hérna í iljónum. En á þessu byggja til dæmis kínverskar lækningar og indverskar lækningar. Það finnst mér ekki, en þú veist, við þurfum bara að í rauninni að finna leið til þess að hjálpa þessum tveim kerfum að vinna betur saman. Og það er það sem skiptir held ég öllu máli, að við hjálpum þessu, eða komum hérna þessari hugmyndafræði bara tölum meira hana. Hún á alveg rétt á sér, með 5.000 ára saga kínverskra lækninga, almáttugur. En til dæmis í kínversku lækningum er ekki til blóðþrýstingur. Það er ekki til. Það var ekki hægt náttúrulega að mæla hann fyrir 5.000 árum. Að þeir hugsa allt öðruvísi hvernig líkaminn starfar. Já, já, já. Akkúrat og það sem að ég veit að það hafa verið að gera þessari síðan sem ég var að nefna af ykkur þetta í New York, þetta center, þeir hafa verið að taka mikið af kínverskum jurtum og skoða áhrif þeirra og hvort þetta þær hafi þessi áhrif sem talað því jurtir er svo mikið notaðar í þeim lækningum. En þetta er eiginlega svona svolítið bara að hrista aðeins upp í hvernig við hugsaum líkamann, já. En það er að gera í höndunum líka. Það er reynd að tala þau svæði sér ekki eins næm, en það er samsvarandi í lóan. Já. Mjög góð spurning. Það er bara vitum við nefnilega ekki. Og það er náttúrulega akkurat þetta sem að kannski hræðslan hefur alltaf verið gagnvart svona meðferðarformum sem að auka orku og auka blóðflæði. Maður má líka hugsa það þannig akkur styrkir það þá ekki ónæmiskerfi meira líka á móti. Þannig að þetta er náttúrulega það sem hefur alltaf verið hræðslan og ekki vita ná mikið um. Já. Ég held að það skiptir mestu máli að allir þeir sem eru að veita meðferð til mjög veikra einstaklinga verða að hafa mjög góða þekkingu á líkamannum, á sjúkdómnum og á starfseminni. Og til dæmis á þessu centri út í New York, þeir meðferðaraðilar sem eru að veita meðferðina eru skyldaðir til að fara ákveði námskeið krabbamein, lyfin og það bara til þess að þeir læri og viti hvernig fólki hvað þeir eru með í höndunum í rauninni. Og í rauninni að fara aldrei út fyrir mörk sem þau ráða við. Og ég held að þetta er mjög mikilvægt og mikilvægt að hafa í huga ef við erum að veita meðferðir, að við séum ekki að taka að okkur að veita meðferð til einstakling sem að í rauninni við vitum ekki, ráðum svo ekki við ef eitthvað kemur upp. Þetta er og þetta er eitt af því sem maður þarf að hafa í huga líka ef maður þarf að gefa svona meðferð úr spítala. En þetta bara getur verið svolítið hættulegt. Því þar er fólk bara oft mjög veikt. Þannig að það eru þarna ákveðin mörk sem við verðum öll að virða.
það er einn flokkur af meðferðum sem að kannski kemur inn á sem við erum að ræða þannig reiki og svona, og það er að við sjáum náttúrulega líkamann ekki svona, en hann er kannski svona. Þetta er mjög frægur teiknari Alex Grey sem að, minnst hún fallega sem mynd, hún segir okkur að við sjáum ekkert kannski allt sem er í kringum okkur. Og hérna eru orkustöðvarnar 7 miðjunni, hvítu punktarnir eru nálastungupúnktar, svo eru árurnar, þannig að það er kannski lítið við svona út, þó við sjáum það ekki. En þetta er kannski líka því það er svo erfitt að sanna og mjög erfitt fyrir orkumeðferðir margar að sanna ágæti sitt. En þá voru held ég allavega 2 heiðursmenn sem sitja hér voru í Qigong-æfingum. Það er nú aldeilis orkugefandi æfingar. Og ef maður finnur að mann líður betur og það hverfur ákveðin þreyta og einhvern veginn orka sem við getum ekki mælt, en við vitum alveg hvað við erum að tala um. Það er eitthvað hvernig okkur líður og hvaða svona getur við höfum. Og ef þessar æfingar hjálpa við að auka þá orku, þá held ég að ég get ekki litið á að neitt öðru sem jákvæð. Það hafi jákvæð áhrif, allt okkur að líða betur. En við þurfum náttúrulega að trúa því að það sé einhver orka í líkamanum. Það er ekki gefið að nútíma læknavísindi viðurkenni það að sé einhver orka sem við getum unnið með. Ég veit ekki hvað ykkur finnst, en síðan eru þessi kerfi heildrænna lækninga sem eru til líka, og við erum aðeins verið að tala um kýmiska lækningar. Það eru líka smáskammtalækningar sem eiga að það er mjög erfitt að sanna hvernig þær virka því að það veit enginn hvernig það virka. Og það hefur bara, já, það er eitt af því sem er ráðist hvað mest á þegar við erum að tala um skottulækningar, af því það hefur ekki verið hægt að sanna hvernig það virka. Svo eru indverskar lækningar sem kallast ayurvedik og svo eru tíbeskar lækningar. Svo er til náttúrulega náttúrulækningar og svona indjánalækningar. Þannig að þetta er allt til og þetta eru kerfi, þetta eru heildræn kerfi sem að eiga sína eigin sýn á líkamann og sína eigin speki og hugmyndafræði hvernig líkamann virkar. Og eru veittar algjörlega án þess að vera að spá í, eins og við erum að spá í vestrænar lækningar. Og bara, já, ef ég hefði vitað meira kýmiskar lækningar þegar ég fór í hjúkrunarfræði, þá hefði ég sennilega valið það frekar að fara og læra þær heldur en ég sé ekkert eftir því hvar ég stend í dag, en ég er að segja hugmyndafræði þeirra, hún meikar miklu meiri sens fyrir mig, eða mér finnst hún svo heilstæðari. Þannig að já, síðan eru náttúrulega eins og típiska lækningar. Ég sá mynd í sjónvarpinu fyrir nokkrum árum og þá verið að tala, það er nefnilega í Tíbet að þá var gömlu læknunum og þessari þekkingu sem var til staðar hjá munkunum, henni var svona eiginlega útrýmt í byltingunni og þegar Kínverjar réðust þarna inn og þeir eru að reyna að vekja þetta upp aftur og þeir eru að reyna að finna, og það var verið að sýna þarna frá tíbesku munki sem að hafði mikla þekkingu og reynslu og hann var að kenna ungu munkunum hvernig ætti að hugsa jurtirnar og spá í hvernig þær eru týndar og muldar og til þess að lækna hjálpa fólki að lækna það. Og bara það að hver einasta jurt það var búið að þurrka hana og þurfti að mylja hana, þá voru þeir látnir gera það eiginlega svona náttúrulega með steinhjólum, en þeir voru látnir kyrja vísur á möntrur á meðan, það sem að í rauninu var verið að kyrja til lífsins að það hafi góða verkun. Þannig að máttur hugans og allt spilaði þarna inni. Mér finnst þetta frábært, bara eins og við erum framleiða að lifa í dag svo langt frá þessu, sko. Þannig að bara svona mál skipta máli. En ég var svo tölum aðeins þá þarna Landspítalann og í rauninni heilbrigðiskerfið. Ég hef verið að tala fyrir því að við þurfum aðeins að fara að koma meira samstarfi þarna á milli og að við þurfum að setja okkur einhverju stefnu. Og ég var ein af 4 sem var í nefnd sem inn á krabbameinslækningasviði
var að vinna í því að skoða hvað raunhæft að spítalinn getur boðið upp á og hvað ekki og hvað eigum að setja allavega til að byrja með einhver mörk. Og við settum fram stefnu 2008 og mér sagði allir læknarnir og krabbameinssvið samþykktu hana, en það hefur lítið verið hægt að vinna með hana eftir ákveðið áfall og eftir að fjárskorturinn varð algjör, en þetta allavega til og þetta fekk umræðu og þetta meðal annars leiddi til þess að þessi kona Barry Castle kom og þarna voru krabbameinslæknar að hlusta á hana, tala hvað þessar meðferðir skipta miklu máli. En það semst markmið okkar og ekki bara, ég vil ekki bara sjá þetta fyrir krabbameinsdeildir, ég vil sjá þetta fyrir allan spítalann og líka fyrir bara stofnanir sem að sinna sjúkum, að við séum með einhvers konar safn af öruggum og gagnreyndum viðbótarmeðferðum og við getum unnið að því að samþætta þær við meðferð sem verið að veita hverju sinni. Og við þurfum í rauninni líka að vinna að því að upplýsa fólk miklu betur hvað þetta er. Lækna, heilbrigðisstarfsfólk, almenning, hvað þessar meðferðir og að margar þeirra eru mjög gagnlegar. Og við lögðum áherslu á að veita fræðslu til sjúklinga og starfsfólks og byrjuðum þarna eins og að skoða áhrif slökunarinnar. Það var stór rannsókn sem fór af stað. Og það líka það að við þurfum að vekja líka fólk aðeins til umhugsunar það þegar það fer til læknisins og það segir frá því hvað það er að nota. Þetta hefur verið algjörlega, þetta hefur verið mjög erfitt fyrir, eða sjúklingum hefur fundist þegar þeir farið viðtal við lækni að þetta vera eitthvað sem er þeirra persónulega mál og læknin kom ekki við að það sé að taka svona mikið vítamín, svona mikið af þessu, þykja svona meðferð. Við verðum kannski að fara að opna þessu umræðu því að það skiptir máli að ef þú leggst inn á spítala við vitum hvort þú ert að taka einhverja jurtir sem geta haft áhrif á eitthvað sem þú á að fara að gera fyrir þig. Bara nýlega þá ungu maður sem fór í hjartaaðgerð og svo bara í aðgerðinni að þá vill svo til að hann blæðir og það var bara munaði nú ekki miklu að það færi illa. En það var allavega, verið að velta því fyrir sig hvað var það? Hvað skeði? Af hverju því það átti ekki að vera neitt sem átti að orsaka þetta. Svo var komist að því að hafði verið bara að gefa sér svolítið góða skammta af lýsi. Þetta er bara, Já, sko ég er að segja að það sem ég er eiginlega að leggja áherslu á, þetta er gert í góðum tilgangi. En svona oft bara veit maður ekki, og ég held að við höfum alltaf að hafa þessi reglu, að allt sem maður er að nota verðum að nota í þeim skammtum sem maður í raun eru ráðlagður. Það er nefnilega farið að leggja meira áherslu á það núna að spyrja þessa hluti og ráðleggja fólki að hætta að taka, líka hvítlauksyrkju og svona fleira, að vera ekki að taka þetta rétt á. Bara ráðlega dagskammtur af lýsi, en ég er að segja, bara fyrir ekki, við áttum ekki vona að einhver þekkti, en svona er þetta bara. Já, svona er þetta bara. Þetta er bara það sem að, og þetta er bara, ekkert bara með lýsi heldur, ég menna, það hefur verið að skoða alls konar aukaverkanir sem hafa verið komin á bráðamóttök af Herbalife og alls konar, og allt er hægt að rekja til þess að fólk hefur bara verið að nota allt og stóra skammta og bara vinna og gera, taka bara alla meðferðin helst sama daginn. Þannig að það er svo mikið svona. En það sem við vildum leggja áherslu á hjá okkur var þess að það er boðið upp á slökun sem verður að gera og við vildum auka það því að hún er að gefa svo góð áhrif. Það er við vildum að það er markvisst fara að bjóða upp á nudd, þar með svæðanudd, fyrir sjúklinga, og við kenndum fólki, öllu starfsfólkinu á krabbameinssviði ákveðna nuddmeðferð sem er bara mjúk og róandi og hefur, veit ég, verið síðan notuð á líknadeildunum til dæmis. Mjög góð meðferð, bara róandi, slakandi, hjálpa fólki að sofa og sofa betur. Það hafa verið gönguhópar og það er alltaf mælt með því að fólk
seftigetu. En síðan það sem okkur langaði til þess að koma meira inn, og það var nálastungurnar. Nálastungurnar er bara búið að sýna með svo góðum rannsóknum fram á og er að virka mjög vel á mjög mörg einkenni. Og ég vildi óska þess að væri markvisst hægt að veita meira af nálastungum inn á spítala. Jú, og það eru náttúrulega, það eru mörg heilbrigðis, eða sem sagt svona læknasetur erlendis sem eru markvisst að nota meira af svona meðferð með meðferð hjá sér. Já, það er til mjög mikið að rannsóknum um þetta. Og þetta eru áhrif á verki, þetta eru áhrif á ógleði, áhrif á fíkn, þetta hjálpar við að draga úr þessum einkennum. Sko, það var náttúrulega, stefnan er stórt plagg og Ragnheiður, ég held þú eigir hana líka, að fólk verður áhuga að lesa hana. Stefnuna sem við birtum þessa meðferðir, að þar reyndar setjum við að það verður náttúrulega að vera einhver staðar eitthvað á milli, að þá myndum við höfum viljað fara þá leið að það væri fólk sem er með viðurkennda menntun náttúrulega, og líka sem hefur einhverja sérþekkingu líka og einhverja góða þekkingu á sjúkdómsástandinu. Það er náttúrulega mjög erfitt að opna eitthvað, en bara í einhverjum má byrja einhvers staðar. Ég er alveg sammála. Akkurat. Það er nefnilega það sem við verðum að maður þarf nefnilega einmitt að sýna fram hjá, þetta skiptir máli peningalega sér og að við séum að spara líka eitthvað með þessu. En þeir komu og hlust, já, ég veit það. Já, mismunandi, en það er líka matreiða hlutina, ég held að við þurfum svolítið að læra matreiða hlutina fyrir það, hvernig við kynnum það sem við erum að reyna að segja frá. En allavega þessi stefnu til, og ég meina það er verið að reyna, og það var einn læknir sem var í nefndinni, Agnes Smáradóttir, hún var í þessari nefnd með okkur, og 3 hjúkrunarfræðingur og einn læknir, og ég meina, þú veist. Þetta er góð spurning. Ekki svo ég veit að það sé nokkuð búið að skoða þetta. Það er kona hjá Lyfjastofnun, ég man ekki alveg hvað hún heitir, já, sem væri mjög góð til þess að halda fyrirlestur lýsi og þessar oljur ég skal bara finna nafnið hennar. Þetta er mjög áhugavert að ræða. Hvernig, já. En það sem við verðum held ég, og þetta er eins og með mjólkina og mjólkurvörurnar og allt þetta og já,
að ég held akkurat að það skiptir máli hver einstaklingur að finna fyrir sig hvað hjálpar honum að líða betur og hvað ekki. Það er bara alltaf, held ég, svolítið það. Og það er þetta með val á meðferðaraðila að við þurfum að, þegar við erum ef við ætlum að fara í ykkur meðferð, ætlum að finna eitthvað sem við viljum að hjálpa okkur að líða betur og spá í það, þá að virkilega vera vissum meðferðaraðilinn sem er viðurkennda menntun. Það hefur bara ekkert alltaf verið þannig. Og oft er það orðsporið sem segir manni að einhver sé góður og það er svo sem bara, það er heilmikið á baki það gott ef það er gott. En það er að hann sé, ég held að við erum svolítið að hugsa líka, er þessi meðferðaraðili að lofa okkur að hann ætla að lækna eitthvað eða bæta eitthvað? Þetta verður alltaf að fara nefnilega ofsalega varlega í hvernig við tölum meðferð sem við ætlum að veita og hverju hún á að skila og lofa. Og þetta er ekki til þess að hjálpa þessum óhefbundum meðferðum að koma sér á framfæri ef að meðferðaraðilar eru að lofa. Eins og við verðum að tala það var auglýst, veit ég, var til umfjöllunar í fjölmiðlum. Höfuðbein- og spjaldhryggsmeðferð fyrir börn hjálpaði við að laga ofvirkni og allt þetta. Og þetta er ekki það sem svona á maður ekki að vinna. Já, eða bara að, ekki lofa og ekki setja fram svona sem ekki er hægt að styðja. En þú getur sagt að hjálpa að líða betur, svo er bara hver að finna það. Ég menn það er ekki allir sem öllum sem líkar að fara í höfuðbein- og spjaldhryggsmeðferð, en sumum líður ofsalega vel. Við viljum bara finna þetta svolítið sjálf, hvað okkur líður vel á nota. Nú, að segja frá notkun er mjög mikilvægt að við séum með þessar opnu samræður, sérstaklega kemur nú að jurtum og því að segja frá því hvað við erum, segja læknum okkar frá því sem við erum að nota. Svo eru læknir sem eru aldeilis að, einn læknir sem hefur sérstaklega bara markvisst verið að mennta sig í þessum óhefnuna geira eftir svæfingarlækni fyrst og fer svo út í þetta því að hann sér hvað þetta er að hafa góð áhrif. Hann heitir Sveinn Geir Einarsson. Hann hefur verið að halda fyrirlestra hjá Bandalagi íslenskra fræðira og var á síðustu ráðstefnu hjá þeim. Einmitt að tala hvað er mikilvægt að þessi lækningakerfi fara að tala saman, þessi ólíku viðhorf. Nú leita sér upplýsinga og þá bendi ég á, eins og hérna er netsíðan á þetta center. Hér eru rosalega margar, þetta er allt náttúrulega ensku, en þetta eru óbúslega margar góðar upplýsingar meðferðir. Þetta er heilmikið batteri sem búið að leggja mikið fé í af bandarísku læknasamtökunum til þess að hjálpa fólki að taka upplýstar og skynsamar ákvarðanir hvað getur hjálpa. Hver er áhættan af meðferð, er einhver aukaverkanir af henni? Við verðum líka aðeins að kannski að hugsa það. Þannig þessna sem ég tel að það sé mjög mikilvægt þeir sem er að veita veiku fólki meðferð íhuga það mjög vel hvernig þeir eru að gera það. Vegna þess að sjálf þegar ég var að vinna minni rannsókn og var að veita þessum vefjagigta konum 10 meðferðir einu sinni í viku í 10 vikur, það voru allir einstaklingarnir, eða nokkurn veginn allir, sem gengu í gegnum ákveðið ferli þar sem að fyrst á eftir líður manni illa, áður en manni fer að líða betur. Og þetta er fyrirbæri sem að er nefnilega verður aðeins að hafa í huga af því að þetta getur bara verið kannski of erfitt fyrir veikan einstakling að fá meðferð sem byrjar allt í að keyra inn á orkuna og svona að þeim getur liðið bara svo ofsalega illa. Ég veit ekki hvort þið fatti hvað ég er að meina, en það er nefnilega þetta að heilbrigður einstaklingur sem er að fara í svona meðferð, honum byrjar ofta að líða illa áður en hún byrjar að líða betur. Og þetta er fyrirbæri sem áttur að skoða betur. Og þess vegna verðum við að passa þegar við erum með veikt fólk. En og hvaða áhrif hefur aðra meðferð, hver er árangurinn og skoða og kynna okkur svolítið meðferðirnar. En ég vona allavega að þetta hafi hjálpað ykkur aðeins að hugsa þessa hluti og
spá í þá, en ég hvet ykkur til þess eindregið að finna hvað það er sem hentar ykkur til að nota. Ég held að margar af þessum meðferðum getur virkilega hjálpa fólki